Jesús kallaði saman þá 12 og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka og sagði við þá: Takið ekkert til ferðarinnar, hvorki staf né mal, brauð né silfur, og enginn hafi 2 kyrtla. Og hvar sem þið fáið inni, þar sé aðsetur ykkar, og þaðan skuluð þið leggja upp að nýju. En takið menn ekki við ykkur, þá farið úr borg þeirra og hristið dustið af fótum ykkar til vitnisburðar gegn þeim. Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. En Heródes fjórðungsstjóri frétti allt sem gerst hafði og vissi ekki hvað hann átti að halda, því að sumir sögðu að Jóhannes væri risinn upp frá dauðum, aðrir að Elía væri kominn fram, en aðrir að einn hinna fornu spámanna væri risinn upp. Heródes sagði: Jóhannes lét ég hálshöggva, en hver þessi ég heyri þvílíkt og hann leitaði færis að sjá hann. Postularnir komu aftur og skýrðu Jesú frá öllu því þeir hefðu gert, en hann tók þá með sér og vék brott til bæjar sem heitir Betsaída, til þess að þeir væru einir saman. Mannfjöldin varð þess var og fór á eftir honum. Jesús tók mönnum vel og talaði við þá Guðs ríki og læknaði þá lækningar þurftu. Nú tók degi að halla. Komu þá þeir 12 að máli við hann og sögðu: Lát þú mannfjöldan fara, svo að hann nái til þorpa og bíla hér í kring og geti fengið gistingu og mat, því að hér erum við á óbyggðum stað. En Jesús sagði við þá: Gefið þeim sjálfir að eta. Þeir svöruðu: Við eigum ekki meir en 5 brauð og 2 fiska, nema við förum og kaupum vistir handa öllu þessu fólki. En þar voru 5.000 karlmenn. Hann sagði þá við lærisveina sína: Látið þá setjast í hópa 50 í hverjum. Þeir gerðu svo og létu alla setjast. En hann tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut þau og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Allir neyttu og urðu mettir, en leifarnar eftir þá voru teknar saman 12 körfur brauðbita. Eitt sinn Jesús var einn á bæn og lærisveinarnir hjá honum, spurði hann þá: Hvern segir fólkið mig vera? Þeir svöruðu: Jóhannes skírara, aðrir Elía og aðrir að einn hinna fornu spámanna sé risinn upp. Og Jesús sagði við þá: En þið, hvern segið þið mig vera? Pétur svaraði: Krist Guðs. Jesús lagði ríkt á við þá að segja þetta engum og mælti: Mannssonurinn á margt að líða. Öldungarnir, æðstuprestarnir og fræðimennirnir munu útskúfa honum og hann verður líflátinn. En á 3. degi mun hann upp rísa. Og Jesús sagði við alla: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér. Taki krossinn daglega og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna, hann mun bjarga því. Hvað stóða það manninn að eignast allan heiminn, en týna eða glata sjálfum sér? Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og dýrð föðurins og heilagra engla,
mun hann blygða sín fyrir þann sem blygða sín fyrir mig og mín orð. En ég segi yður með sanni, nokkrir þeirra sem hér standa munu ekki deyja fyrr en þeir sjá Guðs ríki. Um 8 dögum eftir ræðu þessa tók Jesús með sér þá Pétur, Jóhannes og Jakob og gekk upp á fjallið að biðjast fyrir. Og hann var að biðjast fyrir, varð yfirleitt ásjónu hans annað og klæði hans urðu hvít og skínandi. Og 2 menn voru á tali við hann. Það voru þeir Móse og Elía. Þeir birtust í dýrð og ræddu brottför hans sem hann skyldi fullna í Jerúsalem. Þá Pétur og félaga hans sótti mjög svefn, en nú vöknuðu þeir og sáu dýrð hans og mennina 2 stóðu hjá honum. Þegar þeir voru að skilja við Jesú, mælti Pétur við hann: Meistari, gott að við erum hér. Gerum 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Ekki vissi Pétur hvað hann sagði. Leið og Pétur mælti þetta, kom ský og skyggði yfir þá og urðu þeir hræddir þeir komin í skýið. Og rödd kom úr skýinu og sagði: Þetta sonur minn sem ég hef útvalið, hlýðið á hann. Röddin hafði talað var Jesús einn og þeir þögðu og sögðu á þeim dögum engum frá neinu því sem þeir höfðu séð. Daginn eftir Jesús og lærisveinarnir fóru ofan af fjallinu, kom mikill mannfjöldi á móti Jesú. Og maður nokkur úr mannfjöldanum hrópar: Meistari, ég bið þig að líta á son minn því að hann einkabarnið mitt. Það andi sem grípur hann og þá æpir hann skyndilega. Hann teygir hann svo að hann froðufellir og víkur varla frá honum og að gera út af við hann. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svaraði: Þú vantrúa og rangsnúna kynslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá ykkur og umbera ykkur? Fær þú hingað son þinn. Þegar sveinninn var að koma, slengdi illi andinn honum flötum og teygði hann ákaflega. En Jesús hastaði á óhreina andan, læknaði sveininn og gaf hann aftur föður hans. Og allir undruðu stórum veldi Guðs. Þá allir dáðu allt hann gerði, sagði Jesús við lærisveina sína: Festi þessi orð í huga. Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur. En þeir skildu ekki hvað hann átti við. Það var þeim hulið til þess að þeir gætu ekki skilið það. Og þeir þorðu ekki að spyrja Jesú þetta. Sú spurning kom fram meðal þeirra, hver þeirra væri mestur. Jesús vissi hvað þeir hugsuðu í hjörtum sínum og tók lítið barn, setti það hjá sér og sagði við þá: Hver sem tekur við þessu barni í mínu nafni, tekur við mér. Og hver sem tekur við mér, tekur við þeim sendi mig. Því að sá sem minnstur meðal ykkar allra, hann mestur.
Jóhannes tók til máls. Meistari, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við varna honum þess, af því að hann fylgir okkur ekki. En Jesús sagði við hann, varnið þess ekki. Sá sem er ekki á móti ykkur, er með ykkur. Nú fullnaðist brátt sá tími Jesús skyldi upp numinn verða. Beindi hann þá augum til Jerúsalem, einráðinn að fara þangað. Og hann lét sendiboða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í samverjaþorp nokkurt til að búa honum gistingu. En menn tók ekki við honum, því að hann var á leið til Jerúsalem. Þegar lærisveinar hans, þeir Jakob og Jóhannes, sáu það, sögðu þeir, Drottinn, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. En Jesús sneri sér við og ávítaði þá og sagði, ekki vitið þið hvaða andi býr í ykkur. Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa. Og þeir fóru í annað þorp. Á leiðinni sagði maður nokkuð við Jesú, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann, refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Við annan sagði hann, fylg þú mér. Sá mælti, Drottinn, leið mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svaraði, lát hina dauðu jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríki. En annar sagði, ég vil fylgja þér, Drottinn, en leið mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En Jesús sagði við hann, enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur er hæfur í Guðs ríki.